fallegt að á himnum sé Guð og ef að vinirnir svíkja okkur hérna á jörðinni þá getum við alltaf leitað til hans. Stefán, barnasögu. Já. Vil ég koma hérna og Hæ. setjast hérna fremst? Sæl verið. Gleðilegan hvíldardag. Þá er komið tíma barnasögu. Þið getið komið öll hér ef þið viljið. Já, bara hlusta, þið ljóta að geta heyrt í mér hérna. Alveg sama, já. Heyrðu. Hver hérna inni, allavega af ykkur, á hund? Á einhver hund? Ég. Áttu hund? Ó, ok, hvernig hund átt þú? Svona svarta, eða svona stór? Mjög spenntur. Hann er mjög spenntur. En þú? Þú er bolabít, hann er frekar lítill en samt frekar svona þéttur, er það ekki? Svolítið stór, ok. Já, kissu. En ég ætlum að segja sögu hund. Vitið þið hvernig hundur Chihuahua hundar eru? Þetta er eiginlega ekki hundar, þetta er svona, þetta flokkast nú undir hundar, þetta er svona valla að vera hundur, þetta er, nei, maður á ekki að hata þá, maður á að finna kannski til með þegar þeir eru svo litlir þeir get ekki varið sig. En allavega Chihuahua hundar eru pínu litlir, þeir eru bara stundum minni heldur en kisur jafnvel. En sagan í dag, hún fjallar stelpu sem hét Sara. Hún var 12 ára og hún átti Chihuahua hund, pínu lítinn sem hét Tina, svona hvít og fallegur hundur og hún bjó á trúboðsstöð í Nígeríu. Dag einn, hann fékk hún símtal frá vinkonu sinni sem sagði, heyrðu, sástu fréttaþáttinn áðan? Nei, hvað var í honum? Heyrðu, það var þáttur eitthvað fólk sem var eins og þú trúboðar bara einhvers staðar annars staðar í landinu og þau voru fyrsta fólki sem hafði átt Chihuahua hvolpa í öllu landinu, því að þessi saga gerist kannski fyrir nokkrum áratugum. Þegar það voru engir Chihuahua hundir, þessi pínu litlu hundar voru ekki komnir út allan heim og búin að vinna allar heimsálfur heimsins, heldur var þetta bara svona á þeim stað sem þau koma frá. Heyrðu, hún kveikir á fréttaþáttunum og sér þetta aftur og sér þá að það voru einhver aðnur trúboðsjón sem höfðu tekið Chihuahua hund með sér og þeir voru nýbúin að fá got og þeir eru svo litli hvolpanir að þeir getur haldið á svona 3 hvolpum bara í höndunum og rosalega voru þeir krúttlegir, sagði hann. Rosalega myndi ég líka vilja fá svona hvolpa. Hún hugsaði með sér, bíddu nú við. Ég á Chihuahua hund sem stelpa. Af hverju get ég bara ekki farið með hann til þeirra og fengið hann kannski got sjálf, svo ég get eignast hvolpa líka. En hún hugsaði með sér, það gæti nú verið svolítið erfitt því að Nígería er rosalega stórt land. Vitið þið hvað það er, Nígería? Nei. Veistu hvað heimsálfu? Ekki Asíu. Það er í Afríku, já, ekki Asíu, alveg rétt. Og það er rosalega stórt og eitt fjölmennasta land í Afríku, ef ekki fjölmennasta. Og hún fattar að þau búa í svona 750 km fjarlægð, það er alveg bara rosalega langt. En hún næri einhvern veginn að hafa upp á þeim og segir, get ekki bara sendt hundinn minn til ykkar með einhverju fólki sem ég þekki, þið getið látið á hist og síðan getið fengið hvolpa seinna. Jú, þau eru til í það. Svo að vinahjón hennar sem að fara þangað suður, taka hundinn með inn í bíl, síðan fara þau og keyra suður eftir með hann hvíta hund sem pínulítinn, sem hét Tina, bara svo muni eftir því. Hún Tina var með í bílnum. Þau keyra, þetta er rosalega langt, þetta er alveg 10 klukkustundir og stundum vegurinn gett lélegur af því þau eru bara á svona, hvað heitir þetta, malarvegi eða sandvegi eða eitthvað svona. Þannig að þau stoppa á leiðinu og ákveða að fá sér smá að borða og opna skottið og opna hurðirnar og ætla að fá sér brauðbita og hundurinn stekkur út til að skoða nágrennið sitt og þau borða og fá sér að drekka og síðan bara loka í bílnum og halda áfram að stað og keyra áfram. Síðan þegar þau eru búin að keyra í nokkra stund, þá líta þau tilbaka og eru svona, já, hvað er alltaf Tína? Ó nei! Heyrðu, það var bara Tína orðin týnd. Af því að þau gleymdu að taka hana með sér, þau stoppuðu í matapásinu. Og þau segja, hvað eigum við að gera? Ég meina, við erum búin að keyra hérna á langa vegalengd út í bara algjörri óbyggð og það sé einhver möguleiki við getum fundið hundinn aftur ef við keyrum tilbaka kannski í 2 tíma. Svo þau bara halda áfram. Þau áttu að hitta eitthvað fólk, láta hundana hittast og þau koma með engan hund og fréttin berst til hennar Söru og hún er alveg rosalega sár að vita einhver bara týndi hundinum hennar.
Tína er bara týnd. Svo hún grætur smá en hún fer bara og biður til Guðs og segir Guð, þetta er hundur sem þykir vænt og viltu bara ekki láta mig fá hann aftur til minn. Ég veit að þú getur gert hvað sem er. Heyrðu, sama tíma, í nokkurri fjarlægð, þá eru bresk hjón á ferðalagi sem er að keyra, eða þau búa hana fyrir geði, er að keyra, hann er að keyra áfram og hún er eitthvað horfandi úr gluggann. Og segir hún, nei, elskan, ég held að ég sjái hundana fyrir utan. Nú, segir hann, hvernig hund? Ég ætti svona lítill chihuahua hundur. Hlæra hann með sér, já, út í Nígeríu, það er hann bara einhver chihuahua hundur fram að veginum. Nei, hér eru við með hýjunur og annað slíkt en enga chihuahua hunda einhver staðar út í óbyggðum. En hún segir, nei, ég sverða, ég er ekkert að ljúga þér, ég sá chihuahua hund. Nei, þú ert að sjá eitthvað. Heyrðu, við skulum bara fara tilbaka og skoða þetta, segir hún. Hann segir, allt í lagi, ég ert svona alveg viss. Svo þeir fara tilbaka. Finna þið ekki hvítan chihuahua hund, gaurinn sem var ekki alveg viss, tekur orðin sín tilbaka og hún tekur hennar litla hvíta hund, chihuahua hund með sér. Og nú er sagan búin. Nei, hún er ekki búin, ég er ekki næst. Tíminn líður áfram, vikunar líða. Það vill svo til að þessi hjón, trúboðshjón, sem áttu hvolpana muniði og þau voru alltaf að bíða eftir að hitta þennan hvíta hund sem áttu að koma í heimsókn til þeirra. Þau ákveða að fara í sumarfrí og þau segja að maður fara á einhverjum nýjan stað. Það er ströndina rétt hjá, eitthvað Tarkwa Bay, við skulum bara fara þangað. Svo þau fara og það er tekinn bátur sem að fer yfir svona vatn og fer með þau og þau fara yfir einhverjum svona sandhæðir, eitthvað voða langt og komast á sumarleyfisstað. Heyrðu, þá heyraði einhver svona hundahljóð og sjá einhver eldri hjón með einhvern hund og þau segja við sig, en furðulegt að sjá annað par með chihuahua hund eins og við eigum hérna á landinu. Svo þau fara upp og heilsa þeim og segja, jæja, en gaman að sjá ykkur. Við erum einmitt með chihuahua hunda líka og við erum búin að eignast marga hvolpa upp á nýlega. Þá segir hún, já, hvað eru þið búin að eiga ykkar hund en að hvíta sæta hund lengi? Tja, já, við fundum hann bara fyrir nokkrum vikum sko og við reyndar bara vorum að keyra og sáum hann einhvers staðar rétt hjá veginum. Og við auglýstum hann og reyndum að láta eigunduna finna en það er voða erfitt þegar þetta er svona rosalega stórt land og mörg blöð og alls konar. Heyrðu, þá sögðu trúboðshjónin, ég held ég viti hvað þessi hundur er. Tína! Sneri hundurinn við höfðinu. Þetta hafi ekki verið Tína sjálf sem þekkti strax náttúrulega nafnið því að hjónin sem fundi hana vissi ekki hvað hann hét en þau vissu hver hann var og þau kominu síðan til skila aftur til Söru. Ná segi mér, hvað haldið að sé mikla líkur á að tvö pör sem að þekkjast ekki neitt og hafa aldrei sést hittist á einhverjum stað, sumarleyfisstað, þar sem þú ætti að fara við vatn og fara síðan við einhverja sandhæðir og hittist þar akkurat á einhverjum stað sem það hefur bara kannski einu sinni áður komið á ævinni eftir að hafa verið hana í langan tíma. Það er alveg rosalega litla líkur. Það var allir rosalega hissa á þessu að hún skuldi finna hennan blessaða hund nema hún Sara. Þegar Sara hún sagði, ég skil ekki akkur allir eru svona rosalega hissa. Þegar ég týndi hundinum það bæði bara til Guðs og spurði að hann myndi gefa mér hundin minn tilbaka og er eitthvað furðulegt að hann geti svarað mér því. Takk fyrir að hlusta í dag, því að við sem ræðan sem ég fjallum í dag fjallar einmitt svona rosalega furðulega líkustundum. Takk að. Þið sjáu, Guð er ekkert ómögulegt. Meiri segja að finna dýrin okkar eða týnast. Næst skulum við syngja sálminn númer 340. Og munum eftir, þegar við heyrum í hjarta okkar að Guð er að segja okkur að gera eitthvað að hlusta og hlýða. Ég er ekkert nógu dugleg við það. Allavega ekki að hlýða. 340. Við kjósum Krist. Herrans skallið heyrum
það heppin að hafa svona góðan píanista sem getur spilað gömlu Hlíðardalsskólalögin. Það er nefnilega þeir sálmar sem ég verið að velja svolítið í dag. Og að muna eftir því að Guð þarf á okkur að halda í dag. Ég veit ekki hvort þið sáðu dagblöðin í morgun. En ég er að bera út mokkan, þannig að ég fór út klukkan 6 í morgun og kíkti svo í hann þegar ég kom heim. Ég man nú ekki á hverju blaðinu það var, annarkvort það fréttablaðið mokkinn sem var með hvað miðlarnir segja á forsíðu. Og hitt blaðið var andlega heilsu. Haldið ekki að Guð þurfi á okkur að halda. Ef að þetta er það sem að er í sitt hverju blaðinu, andlega heilsan, núvitundin, mindfulness og svo miðlar á hinni. Stefán, býð þið velkomin með prédikun fyrir okkur. Í Bandaríkjunum, miðri eða svona síðli 19. öld, þá var háð rosalega blóðugt svona borgarastríð, þrælastríð eða svona til eigin borgarastyrjöld, sem var rosalega langt og blóðugt stríð. Þeir segja að það hafi dáið fleiri Ameríkanar í þeirra eigin borgarastyrjöld, eða þeirra eigin stríði, þrælastríði, heldur en dóu í fyrri heimsstyrjöldinni, seinni heimsstyrjöldinni og Víetnam, sem það dóu margir Ameríkanar þar, samanlagt. Það dóu fleiri í þeirra eigin stríði inn á við, heldur en í öllum þessum þremur stóru stríðum samanlagt. Það er saga, sögð, frá einni orustu, sem ég ætla að benda Ég kemst inn á það bara eftir. Það er saga sögð af einum fyrsta og stærsta bardaga í norðrinu. Málið var að norðrið og suðrið voru að berjast og norðrið, sem við þekkjum, vildi losa sig við þrælahald. Það var ekki eina ástæðunum, og suðrið vildi fá að vera frítt og hvert fylki myndi stjórna sér og þeir vildi halda við þrælahaldinu. Þeir sem voru í norðri voru á móti því. Þeir voru nú fjölmennari þar og endanum unnu stríðið. En einn fyrsti stóri bardaginn í norðrinu var á stað sem á að sjást hérna og einhver hluta vegna sést ekki. Jú, hérna erum við komin. Það sést hann á næsta blaðsíðu. Þar var hersöðingi sem hét McClellan, sem var yfir hersveit norðursins. Hann var hersöðingi á þeim tíma á þessum stað þegar ein styrjöld átti sér stað sem talin vera blóðugasti dagur fyrir Bandaríkjamenn allra tíma. Það hefur aldrei í neinu stríði frá þessum tíma eða fyrr fleiri manns dáið og slasast nokkur tíman seinna. Það vildi þannig til að þessi hersöðingi, McClellan, var með rosalega stórt og mikið lið. Það var með stórt varalið á bakvið sig þegar að suðrið var að gera svona árás inn í norðrið, og hann vissi ekki að hann var með miklu stærra lið. Hann var með alveg kannski 25% eða 50% held ég fleiri menn, en hann var frekar svona varkármaður og fór sér mjög hægt í öllu sem hann gerði. Meira sé að það varkár að 1/4 eða 1/3 að hans liði sá aldrei einu svona bardaga á þessum blóðuga degi, heldur voru þeir bara svona alltaf til vara, því hann vildi ekki vera að ganga of hratt áfram, held að hinir væri með meira fólk en þeir höfðu. Og í staðinn fyrir, ef ég get séð, hann er með Lincoln á myndband líka, ef við förum á næstu blaðsíðu, þá sjáum við hér er norðurhliðin, hér er Virginia, hérna er Maryland held ég alveg örugglega, og það er stór á hérna á bakvið, og þeir voru með meiri hluta og voru að ýta þeim hingað inn eftir, þannig að þeir hefðu getað festað á milli árinnar
næstu því neitt á til uppgjafar, en í staðinn, eftir hennar rosalega mikla bardaga, þar sem hann var með fólk sem hann hefði ekki getað notað, þá leyfði þeim bara að fara í burtu aftur yfir í sitt fylki. Þráttur þetta hafi verið rosalega mikið tap á báðum hliðum. Held að 2500 manns hafi dáið og heildartala látin og slasara var 23.000 á einum degi. Og hershöfðinginn hérna, Lee, var að búast við því að hann myndi koma á lok dagsins og taka þá bara yfir og bara neyða á til uppgjafar. En í staðinn, þá gerir hann ekki neitt og hann leyfði þeim bara að fara, segi takið hana þá sem eru særðir og farið bara í burtu. Og hann fekk rosalega mikla skammir fyrir það, því að hann hafði frábært tækifæri til þess að vinna stórsigur á aðal hershöfðingja suðursins og kannski geta stytt stríðið og klárað það fyrr, og hann hafði allan mannskap til þess, tækifæri, mannskap og meira að segja skipin að vinna bardagann, en hann var svo varkár og stækkaði fyrst sér hér óvinnarinn sinn að það hefði geta verið stórsigur, endaði í svona hálfgerðu hálfkáki út af því hann eitthvað svona nei, ég þori ekki og vil ekki og ætla að vera bara mjög varkár með það sem ég geri. Menn ef hann nú kannski sé báða hliðar á þessu máli seinna, en oftast hefur hann verið talinn, já, bara ekki gert nógu vel, enda var hann rekinn sem hershöfðingi af Bandaríkjaforseta bara nokkrum vikum eða mánuðum seinna. Af því hann nýtti ekki tækifæri sem hann hafði og þá yfirburði sem hann hafði til þess að enda stríð sem hann hélt áfram í mörg ár og kostaði hundruð þúsunda manna lífið í Bandaríkjunum. Ef þið fletti með mér upp á 4. Mósebók, örugglega síðasta ræðan okkar hérna Ísrael í eyðimörkinni, þá förum við þar í 13. kafla, 13. og 14. kafla höfum við sögu Ísraelsmenn sem eru í svolítið svipuðum kringumstæðum á Makk-Lelanum, og maður getur segja það. Fletti með mér á 4. Mósebók, 13. kafla. En áður en við lesum þar skulum við lúta höfði stuttabæn. Himneski Faðir, við leggjum líf okkar í þínar hendur hér, við viljum að þú tali til okkar í dag, í þínu húsi og úr ritningunni, að við mögum fara hérðan þekkjandi þig betur og vera eitt betra fólk. Við byggjum þinn heilaga anda, að hann megi koma hér yfir okkur í dag, kenna okkur að vera meira eins og þú, eins og Jesú Kristur okkar fyrirmynd, í Jesú nafni, amen. Í fyrstu versum 4. Mósebókar 13. kafla lesum við ákveðna njósnaför. Þið sjáið, síðasti kaflinn var 12. kaflinn, þar sem við predikum Miriam. Og þetta gerist ári eftir að þau eru búin að vera í eyðimörkinni, þau eru búin að vera að flakka víða, en núna eru þau komnir að landamærum fyrirheitnarlandsins. Og hér get ég farið á næstu síðu, þá get ég séð það. En við lesum í fyrstu 2 versunum og það segir að Drottinn talaði við Móse og sagði: sendu menn til að kanna Kanaanland ég mun gefa Ísraelsmönnum. Þið skulu senda 1 mann af ættkvísl hverri og sé hver þeirra höfðingi á meðal þeirra. Svo núna loksins, ári eftir að þeir eru búin að fara á Egyptalandi, standa þeir við landamæri fyrirheitnarlandsins. Nú Guð hafði lofað að gefa þeim land sem væri frjósamt og fallegt, og núna segir hann, við erum komin hingað, þeir eru einhvers staðar hérna við landamærin og senda menn sem að fara alveg langa leið inn eftir og að kíkja á hluti. Hann segir, sendið inn njósnara, og ég vil að þessi njósnara séu 1 af hverri ættkvísl. Það eru 12 ættkvíslir og ég vil að sendi höfðingja af hverri ætt, einhver mann sem treystandi og fólki lítur upp til þeirra. Þegar þeir koma tilbaka og geta sagt okkur hvernig þetta var og við getum gert eitthvað út frá því. Svo þeir sendi njósnara sem að fara og líta á landið og það var gá hvernig landið hvort það skólendi eða ekki, gott til ræktunar eða ekki. Síðan er það að tjekka á hvernig fólkið er það margt og fátt, er það hraustlegt, er það veiklegt. Og númer 3, hvernig bæirnir í landinu eru. Er það víggirtar borgir eða er það einhverja tjaldbúðir? Og síðan áttu þeir að koma með ávexti úr landinu svo fólki getur séð það með eigin augum hvað það er sem er í þessu fyrirheitna landi. Svo njósnararnir fóru, 12 samanlagt, 1 af hverri ættkvísl og þeir lögðu af stað. Fóru upp landið og tilbaka.
og eftir 40 daga komu þeir tilbaka. Þeir höfðu skoðað landið og komu með risastóra ávexti með sér tilbaka. Það var sagt að þeir væru svo stór vínberjaklasinn, ef við getum farið á næstu mynd. Vínberjaklassanir voru svo stórir að það þátti 2 menn til þess að bera þá með svona spýtum yfir axlina því að þeir þóttu svo gildir. Þeir komu með þetta tilbaka og þeir komu með fígjur og pomegranate sem er á íslensku, granataepli. Afsakið, ég bara myndi það ekki. Þeir komu með þess sér tilbaka og geta sýnt fram á, þetta er mjög frjósamt land. Landið sem að tala að það bara flæddi út úr í hunanga mjólk, það væri svo frjósamt að þetta komu þeir með sér því til staðfestingar. Þann dag í dag, ef við fyrir á næstu mynd, þá höfum við stóra ávexti. Sumir misstórir. Ef þið sjáuð uppi til vinstri, þar er stærsta melóna sem ræktað hefur verið. Jú, hún er stór, 151 kíló, ein melóna. Það er ein fjölskylda sem er búin að vera að rækta melónur í áratugi, mann fram að manni. Ég held að sé afi, faðir og síðan sonur núna sem eru búin að eiga heimsmetið í stærstu ávöxtunum, stærsta marsmelónan. Það tekur það rosalega mikið á að það þarf að vera mjög snjall í ræktun til þess að gera þetta. Hér er einmitt sem betur fer, þá funduðu við kannski ekki hérna, svona stærsti laukur í heimi sá ég hérna líka. Það er svolítið mikið að lauk til þess að færa eitthvað svona ferska andardrátt af því. En allavega hana, það er ennþann dag í dag hægt að finna, en það er mjög sjaldgæft að við fáum svona stóra ávexti. Menn þurfa virkilega að taka sig á til þess að rækta þá og vera, já, eins og ég segi, snjallir í sinni vinnu. En þetta land sem að þeir væri í, það bara gaf ávextina svona, þeir þóttu bara þá stórir að þeir gætu fundið þetta bara einhver staðar og tekið það með sér. En með þessum sögum risastóra ávexti og frjósamt land kom líka sögur risastórt fólk. Ef við lesið áfram í 25. versi, þá segir í 13. kaflanum, þeir njósnararnir snéru aftur á 40 dögum liðnum eftir að hafa kannað landið. Þeir héldu heimleiðis og komu til Móse og Arons og til Ísraelsmanna og sögðu þeim og öllum söfnuðunum af ferðum sínum og sýndu þeim ávexti landsins. Þau sögðu Móses frá og mæltu, við komum inn í landið, þangað sem þau sendur okkur, að sönnu flýtur það í mjólk og hunangi og sjáu þessa ávexti þess. En það er hraust þjóð sem býr í landinu maður. Og borginar eru vel víggirtar og mjög stórar og Anaks sonu sáum við þar einnig. Og Amalíkata byggðu Suðurlandið, Hetítar, Jebúsítar og Amorítar byggja fjalllendi og Kananenda byggðu við sjóinn og meðfram Jórdan. Þannig að þeir fóru ekki bara rétt að skoða eins og ráttu, þeir fóru bara og skoðuðu allt landið og sáu þá kannski aðeins meira en þeir hefðu átt að sjá, hefðu bara farið stutt á skoðunarferð. Þeim líst ekki sérstaklega vel á þetta. Þeir áttu að fara og sjá hvernig landið væri. Jú, landið er gott. Þeir áttu að sjá hvernig fólki væri. Jú, það er hraust fólk þarna. Og þeir áttu að sjá hvernig borgina væri. Jú, þetta er nú vel víggirtar borgir. Svo rosalega fljótt breytist ástandið frá því að vera fögnuður yfir að þessu komni tilbaka með stóra ávöxtu yfir því að vera örvænting. Örvæntingar aðstæðan. Hefur nú Guð sem að leitt okkur úr þrælandi í Egyptalands til að fá betra land, leitt okkur hingað frammi fyrir ómögulegum aðstöðum. Það segja þeir. Sama fólk og hafði farið í gegnum Rauðahafið, upplifað pláuna 10 og fengið manna yfirnáttúrulega fæðu daglega, var miður sín við þessar fréttir og nú var það næstu í tilbúið að gefast upp. Fólki stoppaði ekki og hugsaði, ok, Guð sendi okkur þangað, við skulum aðeins líta á þessar kringumstæður, hvað er í gangi? Guð hefur leitt okkur hingað og getur hann leitt okkur áfram, ok. Það notaði ekki rökhugsunina til þess að sjá, ok, Guð leitt okkur út úr erfiðleikum áður og hann braut bara með náttúrulögmál með því að frelsa okkur undan Egyptum og já, kannski hann geti gert eitthvað hér líka, fyrst hann var nú að kalla okkur og senda okkur inn í þetta. Gleymdu honum algjörlega og þegar þau sáu þetta, hugsaðu með sér, þetta er ómögulegt. Af því að þau voru að reiða sig og hugsa út frá algjörlega sinn eigin mátt og megn. Og þess vegna þegar þau sáu kringumstæðunar og horfðu á sig og kringumstæðunar, gáfust þau upp. Og byrjuðu að örvænta. Þegar við stöndum, gagnvart bara fjalli eða einhverju svoleiðis, gagnvart erfiðleikum og kringumstæður sem virðast óyfirkomanlegar, þá gerum við oft nákvæmlega sama þetta. Við sjáum bara einhverja fyrirstöðu.
Svo lítum við í eigin barm og hugsum, nei, þetta er ómögulegt, þetta er ekkert hægt. Ég gæti alveg eins gefist upp núna, því að við tökum ekki kannski Guð inn í myndina. Ég get tekið dæmi. Ég hef stundum verið sjálfur svona, hvað ég segja, pínu ósáttur með mitt eigið starf hérna sem prestur, sé hvað þarf að gera og hvað ég get gert og fylgst kannski örvæntingur og sagt, horfið tilbaka þegar ég var bara í smíðavinnunni minni og það var frábært, ég vissi hvað þetta að gera, það var bara frá 7:30 til 5:30 og síðan það var búið, var það bara búið. Og hugsa með mér, já, ég trúi því að Guð hafi leitt mig hingað til þess að gera þetta og fara út í guðfræðinám og læra til prest. En þegar ég stend og horfa á svona þess fyrirstöðu sem að koma fyrir mér, hvort sem það eru væntingar annara eða léleg frammistaða mínu hálfu, litlir ávextir starfsins, hvað mætti betur fara, þá er það svo rosalegt að ég líti í eigin barm og sé að þetta er ekki hægt. Og ég bara fer að líta á smáauglýsingarnar til þess að gá hvort ég get ekki fundið eitthvað annað bara. Af því að ég tek ekki Guð inn í myndina og segi, jæja, fyrst hann leiddi mig hingað og hefur leitt mig gegnum eitthvað þráttur eitthvað lítið út fyrir erfitt og sé ekki að ganga 100%, þá ekki gleyma að taka hann inn í myndinar. Þegar við reiðum okkur, þegar ég reiði mig á eigin mátt, þá eru allar fyrirstöður auðvitað óyfirstíganlegar. En ef að Guð er inn í myndinni, þá eru þær það ekki lengur. Hvaða fyrirstöður eru það sem að magnast upp í huga þínu núna? Taktu Guð með inn í reikninginn og þá breytist jafnan í þessu, varðandi hvað er óyfirstíganlegt. En þegar Ísraelsmenn komið þangað, þá voru ekki bara fyrirstöðunar erfiðnar, heldur ýktu þeir hlutina algjörlega úr jafnvægi, sem við hefum mjög auðvelt með að gera sjálf. Ef þið lesið áfram það sem við stoppuðum, í enda 13. kafla, þá segir að Kaleb stöðvaði kurlið síns gegn Móse, því að það var byrjað að tala gegn honum og sagði, hei, við bara förum þangað og leggjum það undir okkar af því að við munum geta unnið þá. En menninni sögðu sem með honum hefðu farið, nei, þetta er oss ofvaxið að fara á mót þessari þjóð, því að hún er sterkari heldur en við. Og þeir sem að kanna höfðu landið sögðu Ísraelsmönnum illt af því og mæltu, landið sem við fórum inn til þess að kanna það, þetta er land sem að étur upp íbúa sín og allt fólki sem við sáum þarna, þetta eru bara risavaxnir menn. Og við sáum það risa, Anars sonur sem er að risa ætt og sem er hana frá 1. Mósebók, og við vorum bara í sjálfum augum við vorum eins og engisprettu miðað við þær í þeirra augum. 10 af 12 njósnurunum gefa slæma frásögn af landinu, en 2 þeirra ekki. Jósúa, aðstoðarmaður Móse og Kaleb. Kaleb tekur til máls og segir, nei, kýlum á þetta, Guð með okkur, hann bara sér þetta og við getum gert þetta. En hinir 10 segja, ekki byrjaði bara að tala illa það, heldur faraði bara íkja sögunar landið. Nú er ekki landið orðið gott og frjósamt, heldur þetta bara líka illt land að einhverju leyti, sem að étur upp íbúa sína. Nú eru íbúar ekki bara stórir, heldur eru orðnir bara risar. Og óyfirstíganlegir menn sem ekki þetta gera neitt og þetta er bara brjálæði að fara í þetta. Og fólki kaupir það sem að þeir segja. Það er oft þannig þegar með jákvætt og neikvætt þá er svona miklu auðveldara að kaupa það neikværa, það hljómar svona rökréttara, maður segir nei, ég er ekki svartsýn, ég er bara raunsýn, ég er bara að vera raunsær. Og já, ég veit að voru bara 2 sem að voru jákvæðir, en þróttur að hefði verið 10 jákvæðir og 2 neikvæðir, þá hefði fólk örugglega hlustað á þá en þá fremur. En Kaleb vissi að þeir ættu ekki að líta á landið með augum hermannsins sem er að fara í styrjöld. Guð sagði aldrei að þeir ættu að fara og mynda risastóran her og fara gegn einhverjum Kanaanítum. Þetta var ekki stríðs fólksins, heldur myndi bara Guð sagt, ég mun redda ykkur þessu landi. Ekki af ágjur, skoðið það bara, gáðu hvernig þetta er og síðan farið þannig inn. Hann vissi að her Guðs, ef við segjum það, er alltaf í meiri hluta. Þráttur ef það eru færri eða ver þjálfaðir, þá skiptir einhver máli ef að þeir var að gera hlutina með Guði. Þeir voru pínlítið eins og hershöfðingi McClellan sem að var svo hræddur að vera í minnihluta þegar hann vissi ekki að hann var hluti af einhverju stærra og vildi síðan ekki gera neitt. Eins og Ísraelsmenn sem að voru í meiri hluta þegar Guður á þeirra hlið. Hann getur reikið fólki út með segir hann í Biblíunni, bara með vespum ef hann langar til þess.
bara senda og þá er fólki farið og hér er landið sem hann ætlaði að gefa þeim. Svo hundurinn Kaleb, því að það er sem að nafnið hans þýðir, bara hundur, þrælana sem honum er gefið, og Jósúa þeir rífa klæði sín af sorg og þetta fólk vissi ekki hvað almennilegt frelsi var, fannst þeim. Að það bjóst bara við að fara út úr Egyptalandi yfir í einhverja paradísar útópíu og strax svo kemur einhver þrándur í götu þeirra, þá panikar það og vill bara gefast upp. Guð hafi lofað þeim gnægðum í þessu landi og frjósumu landi sem var satt, en þeir spáðu bara í þessa fyrirstöðu. Þrátt fyrir að Guð sé að leiða okkur eins og Ísraelsmenn, þýðir það ekki að þeir mun ekki mæta neinum fyrirstöðum. Þær eru ekki tákn um að Guð hafi yfirgefið okkur, þær eru bara til staðar og Guð getur leitt okkur í gegnum þær, þær koma bara. En Kaleb bjó í sama andrúmslofti og allt restina af fólkinu, sá bara hlutina út frá öðru sjónarhorni. Það voru nefnilega 2 hugsunarhættir þegar kom að því hvað þeir ættu að gera. Þetta nú bara 2 hugsunarhættir sem að sjást mjög oft í gegnum Biblíuna. Þeir sem að trúa á Drottinn sé hafinn yfir einhverja tölfræði og hann geti gert það sem hann vilji gegn öllum líkindum og líkum, eða þá svona vantrú sem fær fólk til þess að halda að það þurfa að redda sér sjálfur og barga sér sjálft og sér bara hvernig það myndi gera hlutina og þess vegna segir að eitthvað sé ómögulegt. Á annan hátt, það er annars þá trú að Drottinn sé Drottinn og hann vinni sitt verk af því að hann getur gert það, eða hitt sem að trúi, nú ég veit lógíkan á bakvið þetta og ég þarf að gera þetta, þannig að ég trúi því svona hálfgjörður þurfa að gera þessi verk sjálfur og það sé ómögulegt. Það sé svo ákveðin vantrú á bakvið það. En allavega þið lesið í 14. kafla, fyrstu versunum, þá lesum við hvernig þetta endar. Það sem að gerist eftir þetta, í 14. kafla segir að það æpti allur söfnuðurinn upp fyrir sig og fólk grét þá nóttina. Allir Ísraelsmenn mögluðu gegn Móse og Aron og allur söfnuðurinn sagði við þá, Guð bara gefi að við höfum dáið í Egyptalandi eða við höfum dáið í sér eyðimörk. Af hverju Drottinn að leiða okkur inn í þetta land til þess að falla fyrir sverði? Konur okkur og börn munu vera herfangi og munu ekki bara betra að snúa aftur til Egyptalands. Og þau sögðu hverju annan, hei, tökum okkur foringja og bara förum aftur til Egyptalands. Svo það var uppreisn innan búðarinnar. Fólki byrjaði að bölva Móse og bölva Kaleb og reiddist gegn Guði og sagði bara blekktir okkur Guð. Þú lofaði góðu en nú stendur ekki við þinn hlut. Sérðu hvað fyrir fram fyrir mig? Hefur einhvern tímann sagt slikt sjálf. Þau voru reiðubúin að losa sig við Móse, fá nýjan leiðtoga og bara fara aftur inn í Egyptaland. Það sem Guð hafi bjargað þeim með máttur í hendi sinni á yfirnáttúrulegan hátt. Þeir voru eins og segir í orðskviðunum, eins og hundur sem að snýr aftur til spýju sinnar, svo er heimskingi sem endurtekur fylsku sína. Þeir vildu sem sagt fara aftur til landsins sem þeir höfðu flúið frá, sem að Drottinn hafi frelsað frá, eins og hundur sem að fer aftur til spýju sinnar er lýst, því að þeir vildu endurtaka það vitleysu sem þeir höfðu gert áður. Þannig var það fyrir þeim. En þegar þessu er komið hingað, þá kemur svona bara ákveðið bara bil í textanum og frásögnin endar á því að Guð spyr Móse og segir bara við hann, veistu hvað, á ekki bara að byrja upp á nýtt, á ekki bara að fá nýtt fólk, afkomendur þína og gera þá að miklu fólki. Móse býðst undan og Guð segir við fólkið, allt í lagi, fyrst að þið sáuð ekki landi fyrir hvað það var, þá munið þið ekki fá að sjá landi með eigin augum. Fyrst að þið sáuð ekki neina vonið að ég myndi geta leitt ykkur í þetta land, þá munið þið ekki fá að sjá hvernig þið er að búa í þessu landi. Og fyrir þá 40 dagar sem að njósnarnir eyddu í fyrirheimalandinu munið þið eyða 40 árum í eyðimörkinni viðbót. 1 ár fyrir hvern dag. Allir þeir sem að voru yfir tvítugt og höfðu möglað og sagt, nei, þetta er ómögulegt, þetta er ekki hægt, við skulum ekki fara, við skulum fara tilbaka. Það segir, ok, þið báðuð og lyftu höndu til himins og sögðu best væri bara að fara aftur út í eyðimörkinu, aftur til Egyptaland. Hér er bænasvar ykkar. Þið bara getið þá verið í eyðimörkinni í næstu 40 árin
fyrir hvern einasta dag og þið munu þá bara láta lífið það og kannski þegar börnin eitthvað koma upp og vaksa upp þá munu þau hafa trú á því og við getum tekið landið aftur og farið þangað inn. Nema Jósúa og Kaleb, þjónar mínir sem að hafa í raun og veru séð landið fyrir hvað það landið sem ég mun gefa ykkur. Hann bænheyrði bæn þeirra sem sagði, að við hefðum bara dáið í eyðimörkinni með því að segja þeim, já, þá þið munið þá gera það næstu árin þegar þið munið flakka eyðimörkina. Hefur þú einhvern tíma mætt hindrunum í gönguðinu með Guði? Einhverja fyrirstöðu jafnvel núna í þínu trúarlífi? Eitthvað óyfirsteðanlegt sem finnst að Guð hefði átt að taka í burtu til þess að hafa bara beina leið fyrir þig? Trúðu því þá að hvað Guð sé Guð og drottin sé drottina, hann geti gert á hluti sem hann lofaði að gera. Hún las sér Greta fyrir okkur að mennirnir þegar þið sjá okkur erfitt að segja að þetta er ómögulegt, en það er ekkert ómögulegt fyrir Guði. Því ef að Guð hefur sagt að hann muni gera eitthvað, þá getum við treyst honum til þess að gera það. Það er trúin sem að Jósúa og Kaleb höfðu. Það er trúin sem að fekk þá til þess að fara inn í fyrirreikna landið eftir að 40 árunum var liðið, en ekki að þurfa að vandra í eyðimörkinni þessi 40 ár. Skulum ljúka með bæn. Kæri Faðir, við biðjum þig að gefa okkur af anda þínum og þú megir auka trú okkar á þér. Hver einasti maður sem í Biblían hefur mæli trúar, en oft getur hann verið rosalega lítill Guð og ég bið þú að hjálpa okkur að treysta og trúa þér. Þegar þú segist að það gera eitthvað og lofar einhverju og við mögum taka orð þitt fyrir það sem það og treysta því. Við biðjum þig fyrir okkur hér öllum að við megum sjá hlutina eins og þú sér þá, ekki bara ef við lítum í eigin barm og sjáum það sem við getum gert og það sem við getum ekki gert, heldur bara með augum trúarinnar sem að þú hefur. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen.